nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum. Himneski Faðir, blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða Son Jesú Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðs sálmum stendur: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen.
hefur verið gefandi að ræða við fólkið hennar Önnu Snjólaugar hugsjónir hennar og hugðarefni. Og við ræddum það hvaða guðspjall skyldi verða fyrir valinu og þá varð niðurstaðan sú að ég myndi hér flytja litlu biblíuna, þar sem talað það hvernig Guð elskar heiminn. Sjálf var hún heimskona, naut þess að kynnast ólíkri menningu og ferðast víða og heimurinn hennar sem næst stóð henni var að sama skapi umlukinn umhyggju hennar og alúð, það að sjálfsögðu fjölskyldan hennar góða. Nú skulum við rísa á sætum og hlýða á lestur þessa texta. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf einkason sinn, til að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Amen. Við skulum lúta höfði í bæn. Við felum þér, góði Guð, hana Önnu Snjólaugu sem við kveðjum hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. Náð sé með ykkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi.
Amen. Anna Snjólaug Haraldsdóttir fæddist í Reykjavík 20. september árið 1942. Hún var dóttir hjónanna Haraldar Sigurðssonar og Brynhildar Sigþórsdóttur. Systkini hennar eru Björg, Gunnar og Hrafnhildur sem samfeðra frá fyrra hjónabandi Haraldar. Björg andaðist í frumbernsku. Æsku heimilið hennar var að Hólsvegi 10 í fallegu húsi sem foreldrar hennar reistu. Hún gekk í Laugarnes og Langholtsskóla. Þaðan lá leiðin í landsprófsdeildina við Vonarstræti og síðan í menntaskólann í Reykjavík, þar sem hún lauk stúdentsprófi árið 1962. Það voru gefandi tímar. Á þessum árum mynduðust ævilöng vinabönd og hafa vinkonurnar úr 7. bekk A alla tíð síðan haldið hópinn í saumaklúbbi eins og algengt var á þeim tíma. Í MR lágu svo leiðir þeirra Þorgeirs Pálssonar saman, en hann var í árganginum á undan Önnu. Þau gengu í hjónaband sumarið 1964. Þau Anna og Þorgeir eignuðust 3 dætur. Elst Sigrún. Hún gift Þór H. Ásgeirssyni. Dætur þeirra eru Ragnheiður Anna, gift Matthías Wolf og Brynhildur Þóra sem söng svona fallega fyrir okkur hér áðan. Svo bættust við tvíburasysturnar Elísabet og Brynhildur. Elísabet var áður gift Herði Gauta Gunnarssyni. Börn þeirra eru Gunnar Atli og Emilía. Eiginmaður Brynhildar var Davíð Benedikt Gíslason. Davíð Benedikt andaðist árið 2022, langt aldur fram, eftir snögg og erfið veikindi. Það var fjölskyldunni mikill harmur þegar hann féll frá, svo náinn sem hann var Brynhildi og börnum sínum og stór fjölskyldunni allri. Börn þeirra eru Eva Björk, Þorgeir Bjarki, hann kvæntur Guðrúnu Ásgeirsdóttur og börn þeirra eru Brynhildur Ýr og Ástrós Eva. Svo það Anna Lára, unnusti hennar Viðar Snær Viðarsson og loks Benedikt Arnar. Mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che tiene mente, cascetato fai sunna. Guarda qua chi stu giardino, siente sceste sciure arance, nuo profumo a così fino, dinto core se ne va. E tu dici io parto a Dio, ta lontane da stu core, ta
suriento fa me campar. E tu dici, o parto a Dio, ta lontane da stu core, da sta terra dell'amore. Tieni, o cuore, non tornar. Ma non me la sa, non darme stu turmiento, torna suriento, fa me campar. Anna starfaði í verslunarbankanum að loknu stúdentsprófi. Svo lá leiðin til Bandaríkjanna. Hún flaug yfir hafið með Sigrúnu kornunga til New York og áfram til Boston til að stofna fyrsta heimili ungu hjónanna í Cambridge, Massachusetts. Það voru minnisstæðir tímar. Auk barnauppbeldis fékkst Anna við ýmis störf þar vestra, þótt hún ætti ekki kröfu á atvinnuréttindum, var hún óhrædd að takast á við ýmsar áskoranir. Þar kom útsjónarsemi hennar og dugnaður vel í ljós. Í þeim anda tók hún að sér að sauma kjóla. Fyrsta fjárfesting ungu hjónanna var því saumavél sem þau keyptu með afborgunum og öðluðust því einnig lánshæfi á bandarískri grund. Af þessari vandasömu iðju hafði hún góðar tekjur, auk þess að vera leikin í því að sauma föt á dætur sínar og sjálfa sig. Í Cambridge var hún kjörin 1968 til að vera forseti Technology Dames, kvenfélags eiginkvenna nemenda við MIT. Þar kom í ljós hversu sterk hún var félagslega. Hún var að sama skapi virk í samfélaginu á stúdentagörðum giftra nemenda. Þar dvöldu margar fjölskyldur frá ólíkum menningarsvæðum við svipaðar aðstæður. Þegar hér var komið sögu, var Sigrún þegar fædd eins og fram hefur komið, en Elísabet og Brynhildur komu í heiminn árið 1970 þar ytra, mánuði fyrir tímann. Þá var ekki auðvelt að eiga dagleg samskipti við Ísland, hvað þá? Að eiga löng samtöl í máli og mynd við ættingja og vini eins og nú gerist. Þorgeir fékk það verkefni eftir framangreindan stór atburð að senda skeyti heim. Hver stafur kostaði sitt og varð útkoman því þessi. 2 dætur fæddar, öllum líður vel. Eftir 12 ára útiveru við nám og störf var fjölskyldan alkomin til Íslands árið 1976 og settist ári síðar að til frambúðar við Barðaströnd á Seltjarnarnesi. Það fór vel þau á nesinu og sem endranær var Anna virk í samfélaginu og lagði sitt af mörkum
til að bæta það og efla. Hún var meðal annars gjaldkeri í stjórn handknattleiksdeildar Gróttu skeið og söng í Selkórnum í mörg ár. Veturinn 77–8 hafði Anna stundað nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Sóttist henni námið vel, en vegna erfiðra fasteignakaupa fór hún á vinnumarkaðinn svo fjölskyldan næði endum saman. Hún hóf störf á ferðaskrifstofunni Úrvali árið 78. Þessi vettvangur átti vel við hana og hæfni hennar til samskipta við umheiminn nýttist vel. Seinna vann hún á ferðaskrifstofu ríkisins, ferðaskrifstofu Íslands og ferðaskrifstofunni Úrval útsýn, allt þar til hún lét af störfum árið 2006. Já, Anna Snjólaug naut sín vel í ferðageiranum, einkum við að skipuleggja ferðalög til fjarlægra landa sem kröfðust staðgóðrar þekkingar á landafræði og flóknu regluverki alþjóðlegra flugsamgangna. Margt varð henni að liði í þeim efnum. Hún talaði til að mynda afburðagóða ensku, hafði á menntaskóla árum farið í enskuskóla á Bretlandi, dvalið hjá enskri fjölskyldu auk langdvalar í Bandaríkjunum. Ferðageirinn var á þeim tíma flóknari en síðar átti eftir að verða. Ýmsar reglur við lífi og tæknin vitaskuld önnur en í dag. Telexið var þá aðal samskiptamiðillinn og þess langt að bíða að fyrsta einkatölvan yrði tekin í almenna notkun í ferðabransanum. Á þessum vettvangi sem öðrum átti það eftir að liggja fyrir henni að gegna forystu. Hún leiddi viðskiptaferðadeildina þar sem hún starfaði. Já, hún myndaði kjarnan í hverju því samfélagi sem hún var hluti af. Svo þegar fjölskyldan stækkaði. Fólkið hennar náði áföngum á sinni leið, var hún Anna boðin og búin að skipuleggja og undirbúa hátíðir og viðburði. Oft þurfti útsjónarsemi þegar stórveislur voru í undirbúningi og opnunartími verslana knappari en er á okkar tímum. Hún gerði allt sjálf og skipulagði sig í þaula. Önnu var svo annt fjölskylduna sína og hélt vel utan hana alla tíð. Á hverjum sunnudegi í mörg ár settist stór fjölskyldan við matarborðið og hún bar fram krásirnar hverja af annarri. Maturinn nýstárlegur, hún var sífellt að prófa nýjar uppskriftir frá ýmsum heimshornum að ógleymdum réttunum sem hún lærði að elda í Ameríkunni, þar sem hún hafði kynnst straumum og fólki frá öllum heimshlutum. Hún var líka hannyrðakona, saumaði til að mynda, föt á dæturnar, heklaði teppi fyrir barnabörnin, tók virkan þátt í hannyrðum og föndri sem Oddfellow stúkan hennar nýtti svo til fjáröflunar. Þau hjónin voru dugleg að nýta tækifæri til að ferðast til útlanda, gefa dætrunum gott veganesti fyrir lífið. Árlega fóru þau í skíðaferðir í Alpana, sólarlandaferðirnar sem hún kynntist í starfinu hjá Úrvali, voru að sama skapi vinsælar hjá fólkinu. Og þær voru hluti af gæðunum sem fylgdu starfi hennar.
Og hjónin þau fóru akandi Evrópu, héldu í langferðir með góðu fólki, bæði til Afríku og Asíu. Eitt sinn fór hún ásamt hópi dansks ferðaskrifstofu fólks í safariferð til Kenía. Sá leiðangur var hluti af störfum hennar í ferðageiranum. Hún sá margt nýstárlegt í því landi ásamt því að læra betur að skilja og tala dönsku. Hún fylgdi honum Þorgeiri í erindum sínum sem flugmálastjóri, á samkomur og fundi á sviði flugmála, einkum í Norður-Ameríku, Evrópu og Afríku. Þá ber að geta árvissra gönguferða innanlands og utan með ferðahópnum Geirfuglunum, sem hafa verið frábærir ferðafélagar áratugaskeið. Þegar afkomendurnir voru í námi eða að störfum erlendis, voru hjónin tíðir gestir hjá þeim. Anna dekraði þá við þau, bjó til veislumat úr hráefni sem námsmenn gátu ekki látið eftir sér. Sumarbústaðurinn Karri í Grímsnesi varð líka að stóru viðfangsefni þegar land var keypt árið 1993 og smíðað 65 fermetra hús til að geta tekið á móti barnabörnunum, en þeim fór ört fjölgandi. Þar voru mörg handtök unnin við saumaskap og trjáræktun með miklum og góðum árangri. Jafnframt stóð húsmóðirin fyrir veitingum og veisluhöldum sem fylgdu í kjölfarið. Anna hafði næmt tónlistareyra. Haraldur faðir hennar var langt árabil í Karlakór Reykjavíkur og síðar ásamt Brynhildi móður Önnu í kirkjukór Hallgrímskirkju. Hún hafði því alist upp við að hlýða á kóratónlist af ýmsum toga. Í Boston hafði hún líka notið kraftmikils tónlistarlífs borgarinnar, þar sem klassísk tónlist skipaði veglegan sess í margvíslegu formi. Eftir heimkomuna til Íslands söng hún tíma í Pólifónkórnum og síðar langt árabil í Selkórnum eins og fyrr er getið. Á þeim árum var líka haldið í eftirminnilegar kórferðir til útlanda. Árið 1992 gekk hún til liðs við Oddfellow-regluna, sem varð hennar helsti félagslegi vettvangur allar götur síðan. Foreldrar hennar höfðu sjálfir verið virki í reglunni og þar sem víðar sinnti hún trúnaðarstörfum, var meðal annars yfirmeistari í Rebekkustúkunni Sigríði, en eins og við sjáum hér, kæru vinir, standa systur hennar heiðursvörð. Og fjölskyldan þakkar ómetanlegan stuðning stúkusystra sem þær auðsýndu Önnu í veikindunum. Sérstakar þakkir fær Kristín vinkona Önnu fyrir alúð í hennar garð og hjálp við að taka þátt í starfsemi Oddfellow-stúkunnar eins lengi og raun ber vitni. Það var síðla árs 2022 sem hún fékk greiningu á alvarlegum veikindum sínum. Hún hafði búið við nokkurn heilsubrest og verið í rannsóknum 2 ára skeið og á síðasta ári tók henni að hraka mjög. Þau hjónin nýttu tímann til hins ýtrasta, fóru í utanlandsferðir, lögðu sig fram að halda sínu striki. Í júnímánuði síðastliðnum fóru þau í síðasta skiptið saman á tónleika Sinfóníuhljómsveitarinnar
sem höfðu verið hluti af dagskrá þeirra áratugaskeið. Anna Snjólaug andaðist þann 5. desember síðastliðinn á Landspítalanum. Blessuð sé minning hennar. Og kveðja barst frá Gróu Björg Gunnarsdóttur og fjölskyldu í Sviss senda innilegar samúðarkveðjur. Í samtölum mínum við fjölskylduna kom fram að ósérhlífni, vinnusemi og sigla hefðu verið aðalsmerki hennar Önnu. Hún hafi gengið í öll verk og verið jafnan fyrst til að bjóða fram aðstoð þegar eitthvað stóð til. Það er lofsamlegur vitnisburður konu sem átti eftir að leiða samfélag sitt á svo mörgum sviðum. Markmið hennar var alltaf það sama, að hópurinn hennar góði mætti vaxa og dafna, hvort heldur það var fjölskyldan eða einhver sá félagsskapur sem hún var hluti af. Góður Guð, blessi Önnu Snjólaugu Haraldsdóttur og ykkur öll. Amen.
Við skulum biðja. Lifandi Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Önnu Snjólaugu Haraldsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Sem Drottinn hefur kennt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vors daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu upp rísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum lík sem lifa. Amen. Við skulum taka undir í sálmi séra Hallgríms. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vort Jesú Krist. Amen.